Kæru áhorfendur heim í stofu, við endilega velkomin að funda og takk fyrir að vera með okkur hér í dag. Við ætlum að ræða þessum borgarþróun, en borgir þróast ofta á dálítið organískan hátt. Síðan þá verður ákveðin starfsemi sem er svona plássverk starfsemi, svo landbúnaðarverksmiðjur sem er fyrir utan þann jaðar og þannig hefur það oft verið. En með tíma, eftir því sem íbúum fjölgar, þá hækkar verð á landi og svæði sem áður voru í jaðri svæðisins, þau eldast skyndilega í miðri borg. Og þá víkur iðnaðurinn oft fyrir íbúabyggð. Þetta hentar vel því að vegakerfið er oft til staðar, veitukerfin og svo framvegis. Við í Reykjavík, við viljum styðja við þessa þróun en líka fjárfesta í innviðum, grænum og nútímalegum innviðum, görðum, hjólastígum, borgarlínu, sundlaug og svo framvegis. Þannig að hér stendur til að byggja hverfi sem verður þétt og hverfi sem verður grænt. Höfðin hefur gegnt mjög mikilvægu hlutverki í atvinnusögu borgarinnar. Við megum ekki gleyma þessu kafla, við verðum að virða hann og standa vörð um hann, þrátt fyrir að við séum núna að skrifa nýjan kaflan í sögu svæðisins. Svona lítur svæðið út í dag og við sjáum þarna hver stór hluti þessa svæðis er í rauninni manngerður og við sjáum síðan fyrir okkur hvernig við horfum á að svæðið geti litið út eftir nokkur ár. Ég vil líka taka fram að við munum samhliða þessari kynningu sem er uppaf af forkynningu á verkefninu, ræsa nýjan vef og ræsa glænýtt netsamráðskerfi á vefnum skipulag.reykjavik.is og það verður opið núna næstu vikurnar alveg fram að því að tillögurnar fara síðan í formlegt auglýsingaferli sem við vonumst til þess að gerist í kringum páskana. Það sem tekur þá við í kjölfarið er 6 vikna formlegt umsagnarferli. Þá geta framkvæmdir vonandi hafist einhvern tímann snemma á næsta ári jafnvel. Hvað verður atvinnustarfsemi á svæðinu? Getur þú sagt okkur eitthvað frá því? Starfsemin sem þarna við erum að horfa helst til 2 svæða. Annars var Esjumela sem er nýtt svæði við Esjurætur. Það sem við sjáum fyrir okkur að ákveðin hluti þessar starfsemi sem þetta gæti farið. Esjumelarnar bjóða upp á mjög mikla möguleika því þeir eru staðsettir og geta verið staðsett nær markaðssvæðum þegar Sundabrautin kemur og hins vegar erum við að líta til Hólmsheiðarinnar sem þar er líka gert ráð fyrir fjölþættri atvinnustarfsemi og við reiknum með að setja það ferli í skipulagslýsingu á allra næstu vikum. Af hverju erum við að þétta byggð? Af hverju ekki bara byggja íbúðarhúsnæði á þessum 2 svæðum sem þú nefnir? Það eru margir sem geta boðið upp á einbýlishúsa og sérbýlishúsalóðir í kringum okkur og það er ekkert að því. Það sem við getum komið með er þétt nútímaleg miðborgarbyggð og það er það sem við teljum okkur vera að gera með skipulega á fjölmörgum stöðum í borginni og á þessu nýja glæsilega skipulagi í Höfða.